Já, Sigurjón, til hamingju með sigurinn í Vesturgötunni, 24 km. Takk fyrir það. Hvernig var að hlaupa þessa 24? Þetta var bara ótrúlega flott leið og ég var bara ákveðið í byrjun þegar ég byrjaði að hlaupa. Ég ætlaði bara að hlaupa þetta á þægilegu tempói. Tók ábyggilega svona 20 myndir á leiðinni, bara svona að gera það, bara áhlaupandi sko. Tók mér að segja selfie mynd með hérna Helgu sem var í 45 km. Já. En ég ætla að hafa gaman að þessu og njóta fyrir að pína mig alveg út í eitt sko. Já. En það gekk mjög vel, ég var á 5 km var ég á 20 mínútum, 10 km 40,40. Þannig að þetta var bara flott tempo, endaði hérna á 1:41 sem bara mjög sáttur með það. Mjög sáttur með það? Já. Hérna, þú ert svona, hvað segja, þú ert ekki alveg nýr í hlaupunum, maður hefur verið að sjá þig koma inn sterkan í hlaupin svona undanfarin 1-2 ár. Já. Hver er bakgrunnurinn hjá þér? Hvað ertu búinn að vera að gera svona í íþróttum? Já, ég er náttúrulega uppalinn í sveit og var þar mikið bara að hlaupa svona í sveitavegunum og svona. Þannig að maður er aðeins vanur svona þessum brekkum og smalamennsku eins, þá var maður að láta hlaupa upp og niður sko. Já. Þannig að maður hefur aðeins lærin í brekkunar og ég er náttúrulega sterkur í fjallahlaupunum sko. Sterkari þar enn á beinu brautunum. Hvaða sveit? Hvar ólst upp? Ég ólst upp á Völlum sem er hérna bara beint fyrir neðan Háanúk. Innri hérna Hvalfjarðarsveit. Já. Og það er verið að smala og svoleiðis. Já. Þannig að þú byrjar að æfa fyrir hvað mörgum árum svona markvisst? Já, kannski byrjaði ég markvisst fyrir svona 5 árum þegar ég byrjaði bootcamp á Akranesi og var sérst bootcamp þjálfari þar. Já. Og þá byrjaði ég að taka svona næringuna alveg í gegn og æfingarna alveg í gegn og byrjaði virkilega að ná einhverjum árangri í þennan leysi sko. Já. Svo í rauninni bara slysaðist í hlaupinn og sá að ég gat hlaupið eitthvað og ákvað að prófa þetta þessu. Já. Og það fannst bara heldur gaman. Hvernig hefur sumarið verið hjá þér? Hefur verið að keppa einhverju ráði? Já, ég hef verið að taka alveg þátt hérna á hægri og vinstri og rauninni bara eins mikið og kem. Ég er í vaktavinnu í járnblendinu þannig að ég kemst ekki alveg í öll hlaupin sko. En svona eins og ég kemst þá reyni ég að taka þátt bara. Hvað er besti tíminn í 10 hjá þér? Þegar ég tók hann núna í ármannshlaupinu, það var 35:43 sem var bæting 1 mínútu og 49 sekúndur frá síðasta tíma hjá mér. Já. En ég er mjög sáttur með það. Já, og þú ætlar að halda áfram að æfa? Já, ég er alltaf að hlaupa alveg á hægri og vinstri en ég er nú líka rosalega mikið að lyfta samt. Já. Mér finnst gaman að því og vill ekki vera þessi rosalega hóraði típa sko. Já. En finnst þér það skila þér í hlaupunum? Í fjallahlaupunum skila lyftingan alveg, já, definitely sko. Ok. En ég veit alveg á beinubrautunum svona náttúrulega betra að léttu sko. Já. En ég vil bara vera aðeins öðruvísi, vera þessi massari í hlaupari. Já, ok. Hvað er planið á þessu ári, einhver skammtímamarkmið hjá þér? Hvað er svona planið í eitthvað sérstakt? Í hlaupunum er rauninni bara að taka þátt og það er ekkert, ég er ekkert að stefna neinu, ekkert maraþon eða svoleiðis sko. Nei. Það er gaman að taka þátt sem flestu sko. Já, en hefurðu tekið þátt í maraþoni? Já, ég er á 2:58 í því. Já. Það var einmitt tók það svona aðeins öðruvísi, var á Facebook og Snapchat svona á leiðinni og var með status og newsfeed og svona. Hvaða hlaup var það? Það var ekki maraþon í fyrra, þá endaði ég öðru sæti á Íslendingum. Já. Það var helvítið gaman. Þú ert allavega ekkert að hætta, þú ætlar að halda áfram að hlaupa. Já. Þannig við höfum til að sjá þig á úrslitalistunum núna næsta ári væntanlega. Já, vonandi. Já. Til hamingju aftur og þakka þér fyrir. Já, kærlega fyrir það.